Já, komið þið sæl og velkomin í eitt og annað. Írskir dagar á Akranesi á næsta leyti og ef Akranes þekktur fyrir eitthvað þá það til dæmis stórglæsilegi Langisandurinn. En Akranes mikill strandbær og við ætlum að fræðast meira það hérna í upphafi þáttar. Strandlengja Akranes hefur mikla sérstöðu og hann Sindri umhverfisstjóri búinn að kynna sér fjölbreytileika þeirra. Já, svona fyrstu sinn þá náttúrulega bara var þetta eitthvað sem ég hefði einhvern tímann heyrt talað að það væri sérstæða við Akranes að hér fyndust flestar fjörutegundir landsins. Síðan svona eftir mína eftirgrennslan að þá hef ég svona skoðað þetta út frá flokkun á vistkerfum við fjörur og hér eru vissulega mjög fjölbreyttar fjölbreytt vistkerfi í fjörum við á Akranesi. Flokkunarkerfi náttúrulega eftir því sem neðar dregur í því mjög ítarlegt, þannig að þetta eru ykkur 24 flokkar og ég kannski ekki endilega segja að þeir fyrirfinnast allir innan sveitarfélagsins. Sveitarfélagið náttúrulega lítið en mikil strandlengja og það mjög sérstakt og mér svona ég efast að það finnist eins margar fjörutegundir í öðrum sveitarfélögum og hverju vistkerfi fylgir náttúrulega mismunandi flóra lífríkis. Þannig að hér erum við með grýttarfjörur, við erum með setfjörur, við erum með sérstæðarfjörur, við erum með líflitlar sandfjörur, við erum með sjávarlón, við erum með leirur. Þetta alveg ótrúlega fjölbreytt. Ég hefði bara aldrei heyrt fjöruflokka. Þetta algjörlega nýtt orð fyrir mér. Já, eins og ég segi, maður hafði nú kannski heyrt þetta í einhverjum jarðfræðiáfanga eða eitthvað í menntaskóla og ég engin sérfræðingur í þessum efnum en ég leitaði mér bara upplýsinga á vef Náttúrufræðistofnunar og það hefur greinilega átt sér stað ótrúlega flott vinna þar sem að þeir eru í rauninni búin að flokka alla strandlínu Íslands. Þar sem að þú getur bara zoomaði niður á Akranes og skoðað flokkunina á allri strandlínunni Þeir hafa svo sem fjölbreyttari flokkun, þú getur skoðað ýmislegt annað, þú getur skoðað fuglasvæði á landinu, þú getur skoðað bara vistkerfi náttúrulega inn í landi líka. Og þannig að þetta ótrúlega flott og sömuleiðis þarna inni hægt bara að lesa sig til hverja fjörutegund fyrir sig. En við erum með þessa gríðarlega fjölbreyttu flóru og eins og ég kom áðan þá fylgir þessu náttúrulega bara mjög mismunandi lífríki og ég veit ekki hvort það séu allir sem átti sig á því til dæmis að við erum náttúrulega í næsta nágrenni við mjög mikilvæg fuglasvæði eins og upp í Grunnafirði og upp í Borgarfjörð og þetta fuglasvæði byrjar inn í sveitarfélaginu okkar í friðlandinu okkar í Blautósi og Innstavóksnesi og ég hefði svona eftir óstaðfestum heimildum að það til dæmis bara hér í Innstavóksnesinu svona frá kannski Elínahöfða út í Innstavóksnes hægt að sjá svipað magn af fuglategundum og bara á öllu Snæfellsnesinu. Við erum á þínu uppáhaldssvæði núna. Já, við erum svona í jaðri á friðlandinu okkar. Við erum hjá Innstavogi og hér í norður nær Innstavóksnesið og Blautósin þar fyrir innan. Frægasta fjaran sem kannski flestir kannast við, bæði skagamenn og fleiri á landinu, Langisandur. Já. Hvað geturðu sagt okkur um hana? Það í sjálfsög ekki fjölbreytt vistkerfi á Langasandi. Bara svona nokkuð aðalega fólk. Já. Hún náttúrulega gríðarlega merkileg fyrir þær sækir að þetta lengsta sandfjara inn í sveitarfélagi á landinu. Hún rétt tæpur kílómetr, var svona 1300 metrar þar til að það var fyllt upp í fyrir sandgrifinu og sementinu. Langisandur hefur náttúrulega bara í gegnum tíðina alltaf verið nýttur af íbúum
og það hérna menn hafa verið að synda þarna í sjónum bara svo lengi sem elstu menn muna og fara þarna út í hérna fjöruna. Síðan náttúrulega það þekkt að svæðið var nýtt til knattspyrnuiðkunar hér á árum áður. Síðan var þarna þetta var lendingarstaður fyrir flugvélar, síðan var hérna tíma áætlunar ferðir á milli Reykjavíkur og Akraness svona svifnökkva 1960 eitthvað og kom báturinn að landið þarna bara upp í sandinn. Þannig að virknin á svæðinu hefur verið margskonar í gegnum tíðina og sandurinn alltaf verið nýttur. Í dag er þetta náttúrulega bara svona útivistarsvæði frá náttúrunnar hendi og við höfum aðeins svona bætt aðkomuna að svæðinu og svona þætti sem að hjálpa til við útivist. Eins og sturtuna og stíginn meðfram og bekkir og klósett og annað í þeim dúr. Sú vinna í rauninni byrjar þarna svona í kringum 1995 þegar sjóvarnargarðurinn gerður. Fram að þeim tíma hafði þetta bara verið svona hrátt frá náttúrunnar hendi, bara jaðarsbakkarnir, svona móbakkar. Síðan 2013 höfum við haft þarna bláfánaviðurkenningu fyrir svæðið. Þetta er þetta er bara strangt og mikið ferli sem það þarf að fara í gegnum, sækja þessa umhverfisvottun. Þetta er umhverfisvottun sem er fyrir hafnarsvæði og strandsvæði og svona ferðaþjónustu tengdan iðnað í tengt sjó sko. Stendur ekki til að setja líka einhverja náttúrulög í fjöruborðið? Jú, nú eru bara þessar mundir er ístaka að koma sér fyrir aftur. Þeir voru þarna í haust og steyptu undirstöður fyrir Guðlaugu sem er heit laug sem við ætlum að setja upp þarna í sjóvarnargarðinum. Þegar maður hugsaður ávaxtarækt þá dettur manni í hug einhver suðræn og framandi lönd, en nei, við erum í eitt og annað frá Akranesi. Við ætlum að kíkja á ávaxtarækt á Akranesi. Ég held mér sé óhætt að segja að það megi rekja uppgang eplaræktunar á Íslandi í bakareiðn á Akranesi. Eigandi garðarins, Jón Þórir, er reyndur garðyrkjufræðingur og frumkvöðull í ávaxtarækt. Við litum í garðinn til hans, tókum að tali, fengum auðvitað að smakka þessa einstöku ávexti og heyra hvernig þetta byrjaði allt saman. Já, forsögan er svo að þegar ég var að vinna við garðyrkju fyrir 20 árum síðan og þá hafði ég spurnir af gömlum eplatrjám í Reykjavík sem voru að gefa uppskeru í góðum árum og þá fór ég að velta fyrir mig hvort að þetta væri möguleiki fyrir okkur og hvort að líka hægt var að auka enn frekar árangurinn með því að fá betri efni við, betri tré, sinna þeim betur og gera þetta faglegra þannig að þetta væri raunhæfur möguleiki á Íslandi. Já. Þau tré sem voru tiltölulega fá og kannski ekki endilega öll að heppilegum uppruna. Uppruna þá áttu við hvaðan það kemur hvaðan yrkið kemur. Sumt kemur frá Hollandi og passar þar, annað kemur frá Síberíu og passar þar og svo framvegis. Breytileikinn er svo mikill og það eru tiltölulega fá yrki sem að þroska almennilega í svona stuttu sumri. Þannig að það er eiginlega aðaldjobbið að finna eitthvað sem að virkar hér hjá okkur. Yrki sem að passar inn í þennan stutta tíma sem að íslenska sumarið er. Og hérna sjáum við fyrir framan okkur típur frá Mið-Noregi, fjalllendi þar og aðra frá Kanada. Og þá þriðju reyndar frá Kanada líka, þannig að það eru 3 típur hérna mismunandi, 2 Kanada og 1 frá Noregi. Og þó að þið sjáu þetta og finnum ekki lyktina þessu. Þetta er eitthvað sem þetta er brjálæðislega góð lykt. Þetta er svolítið góð lykt og það er mikill breytileiki á eplum hvernig bragðið og lyktin er, mismunandi eftir típum. Sumar eru ekki með neina lykt nánast, á meðan aðrar ilma mikið
og eins eru bragðgæðin mismunandi. Þannig að Þú teka á þessu hvort þetta sé ok. allan að góð lykt af því. Þetta er íslenskt epli, mér finnst það. En hvað, svo fyrir að bætast í það ekki meira? Þú byrjar með epli. Já, svo það eru epli, kirsuber, plómur og perur. Það er svona það sem við hefum kannski helst möguleika á að rækta hér og eru ræktuð í Skandinavíu og við erfiðar aðstæður í Síberíu og Kanada og víða. Hvað ertu með hér í þínum garði? Ég er með alla þessar tegundir og mismunandi típur af hverju. Já. Ég er með einhverja tugi af virkjum af hverju tegund fyrir sig. Líklega svona 50 eplayrki og eitthvað minna af öðru en samt svona mörg eintök af hverju. Þetta er svona eins og lítil sveit í bæ. Það eru hænur á vappi. Já, hænur, grænmeti, ávextir. Þetta er allt þetta sem maður þarf. Hvað þú hefur líka verið að gefa út bækur? Já, ég hef aðeins komið að bókaútgáfu eða skrifa eina bók sjálfur ávaxtar og berjarækt og átt svona þátt í nokkrum bókum í viðbót sem ég hef komið að, sko. Já. Og skrifað fyrir tímarit og svoleiðis. Heldurðu að sé vannýtt tækifæri á Íslandi í ávaxtarækt? Eigum við eftir að fara lengra? Já, það er nú aðeins á brattan að sækja því sumarið er stutt en við höfum líka tækifæri. Nóg landrými og við eigum heitt vatn náttúrulega og tiltölulega óspillta náttúru miðað við það sem víða þekkist allavega. Og þannig að við eigum möguleika og það hefur sýnt sig eins og við sjáum hér að það er ýmislegt hægt. Já. Allavega til gamans. Ég ætla nú ekki að fullyrða að það verði arbart en við sjáum til. Nei. En þegar þú ert búinn að vinna alltaf svona forvinnuna og finna, er ekki hægt að nálgast þig og kaupa rétta yrkið af þér? Ég hef verið að selja tré af bestu típunum hjá okkur og svo er ég svolítið að selja grænmeti líka. Já. Ég hef svolítið farið í það, verið að selja það fyrir verslanir og matsölustæði. Þannig að já. Ég sá á Facebook að það er hópur sem heitir það ekki ávöxtur. Það er rosa áhugi þar. Já, það eru. Kemur eitthvað dýr út á köttur. Ég held að vera hæna að koma heimsækja. Það eru 2 allavega Facebook-hópar sem tengjast ávaxtarækt og það eru umræður og myndir og svona sem menn geta flett upp og skoðað. Já. Til þess að líka peppa hvor aðra upp og svona. Já, ég veit mitt. Það er vel gengur sérstaklega. Ég laumaði mér inn í allavega einn hópinn held ég og það er gaman að fylgjast með því hvað þetta er mikið. Já, það er mikill áhugi og spenningur fyrir þessu. Ég ætla að fara og sýna þér plómutréið mitt og gátt ég get ekki boðið þér upp á plómur. Er það ekki skrítið að vera með plómur í október? Nei, það er ekkert svo skrítið. Yfirleitt er ég nú og nú er plómuræktin orðin svo stórtaka að ég þarf orðið stiga til þess að sækja þér. Það er nú eiginlega alveg nýtt fyrir mér en sjáðu þetta. Það er eitthvað kusk á henni sýnist mér. Þú veist, íslensk plóma. Það er svolítið á þessu sko. Heyrðu, og það er helling hérna. Já. Vá! Og það er mest hérna uppi sér og það er alveg í kipum sko. Ég er nú búinn að taka mikið. Má ég bíta í þetta? Já, bíta í þetta. Sjáðu hvort þetta sé hæft til manneldis. Þetta grínast, þetta er svo safaríkt. Alveg svo með epli. Jesús minn. Þetta er allt í lagi. Allt í lagi. Ég held að þetta sé besta plóma sem ég fengi á ævi. Fara fuglarnir ekkert í þetta? Nei, þeir hafa alveg látið þetta vera. Þeir hafa nóg að berjum hérna og þeir hafa einhvern veginn ekki komast upp á lag með íslensku þræstir til að borða plómur, ekki ennþá. Nei, þeir eru ekki búin að fatta þetta? Nei. Þeir veit ekki hvað þeir eru. Og svo er hérna epli á einstaka grein ennþá. Hvað getur þú haft þetta? Er þetta þangað til að fara fyrst alveg almenninni á? Mér finnst þetta svo svart að ná í bara... Smaka þetta. Það slíta beint á trénu. Það er ekki búið að geyma þetta í hálft ár, einhvers staðar. Ég er ekki að truflast, ég held að fengja smá gæsa. Það er alltaf í miklu uppáhaldi þegar auglýsingahlíðin koma og það er svona gott veður úti því þá get ég sest og slakað á meðan. Sjáumst þetta í þær. Þegar ég segi við Egil tökum hann að klippa, þá þýðir það eitt, en þegar ég segi að við Gísla rakar á Akranesi, þá þýðir það eitthvað allt annað. Það þarf fólk eins og Gísla fyrir fólk eins og okkur.
Rakarastofan hans fagnaði 10 ára afmæli á dögunum og af því tilefni ákvað hann að gefa vinnuna sína þann daginn auk 100.000 króna til krabbameinssjúkra barna, sannkölluð fyrirmynd þar á ferð. Hlustar Zeppelin og ég ferðast aftur í tímann. Þú spyr mig hvað geymst inni í augunum ljúfan. Gísli Rakari, Gísli Rakari, ertu ekkert að kalla eitthvað annað en Gísli Rakari? Nei, ég þekkist undir eiginlega þessu nafni bara eiginlega eingöngu. Já, ég var að reyna að leita að þér og ég var alveg á já.is, Gísli Rakari alveg. Þú ert búin að vera svolítið lengi í þessum brasa. Hvernig byrjaður í hárgreiðslunni? Ég veit ekki, ég ætlaði nú bara að vera, fyrst ætlaði ég að læra íþróttafræði og vera íþróttakennari. Svo ætlaði ég að fara að vera sjómaður og var búin að ákveða það fyrir stýrimannaskóla. Svo bara datt mér allt í einu í hug að skella mér þetta og prófa. Maður var svona pjattar á þessum árum og maður var alltaf að spreyja í hárið á sér og gelaði upp og alla græjur og svona, skilurðu. En þannig að ég datt bara í hug að prófa það. Fara söður og þetta hvort ég kemist ekki að. Jú, það var 1990 og ég er búinn að vera í síðan. Þetta var skemmtilegt. Þú hittir alltaf fullt af nýju fólki og bara, þú sett að gera sama hlutin alla daga, skilur þannig. Þannig að færðu misjafna vinnu í hendurnar og það er bara frábært. Já, misjafnur andi sem að myndast þér eftir hvaða fólk í klippingu og Svo sagði brandarann og sögur og alla græðir, sko. En þú varst að fagna 10 ára afmæli daginn, til hamingju með það. Segðu mig hvað þú gerðir í tilefni dagsins? Heyrðu, ég hugsaði með mér, ég nenni ekki að vera að standa í einhverju partístandi og svo var nú líka, ég var að fara vestur í Ísafjarðardjúp, í veiði og svona. Þannig að ég hugsaði með mér, ég hef svo sem engan tíma til þess að vera í einhverju, að taka eitthvað til eitthvað og vaska upp og eitthvað svona eitthvað svona, eftir eitthvað partístand, því að ég bara eftir leið og vinna á búið þá var ég farin. Og ég hugsaði með mér, ég verð að gera þetta einhvern veginn öðru þannig að ég geti bara nánast slappað hérna út. Heyrðu, ég gef bara alla vinnuna mína, það er bara flott sko. Þannig að þá setjum ég þetta bara, þú veist, vinn bara daginn, ger upp, fer vestur, gerir svo upp allt saman og greiðir allan pakkan á mánudaginn. Málið er afgreitt. Þannig að þú ákveður að klippa alveg frá morgni fram á til loka vinnudagsins og gefur þá vinnu og þetta var þannig að ekki að fólki var frjálst að greiða það sem að það vildi fyrir. Fólki mátti alveg sko borga eins mikið og hægt var sko. Já. Ég ýtti líka svolítið undir það að fólk svona kannski sumir sko. Já. Kannski borguðu kannski hvað segirðu, 1000 kall viðbót eða svona, eitthvað svona sko. Já. Menn tók bara vel í það. Sumir voru að borga háar upphæðir fyrir klippinguna. Já. Og sumir voru að koma hérna og kaupa sér bara einn kom og fekk sér kaffibolla og satt hérna og var að spjalla og borgaði 3.000 krónur fyrir það. Hvað varst að styrkja? Hvaða málefni? Heyrðu, styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. Sem að færi þessa upphæð hérna. Já. Og það myndaðist aldeilis góð upphæð hérna yfir daginn. Já, það sem sagt, kassinn sýndi 228.400. Svo kemur 100.000 kall framlag frá Rakarastofunni. Þannig að það sem að krabbameinsfélagið fær, eða sem krabbameinssjúkir börn, það er 328.400. Það er frá einu manni sem fagnar starfsafmæli. Það er svolítið vel gert hjá þér. Takk fyrir það. Þetta er bara hugmynd sem ég setti fram. Svo eru viðskiptavinir sem hjálpa mér með þetta. Geti ekki gert þetta án þeirra, sko. Þannig að það má ekki gleyma þeim. Nei, akkúrat. Það verður að segja takk við þá líka, sko. Mestmegnis segja takk við þá. Ég fekk hugmyndin og framkvæmana, en viðskiptavinir í raun og veru sjá að þetta gangi upp. Krabbameinssjúk börn, valdur það af handahófi eða? Nei, svona eiginlega ekki. Það er, krabbameinir í raun og veru fyrir mig er einhvern veginn svona, mamma mín dó krabbameini, ég þekki fullt af fólki sem er náttúrulega með krabbamein. Ég veit einn viðskiptavin hérna sem á krabbameinssjúkt barn og mér finnst þetta bara einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst þetta bara einhvern veginn bara mjög þarft að gera þetta. Og ég var að hugsa þetta í morgun og þegar ég kom inn í morgun. Ef að öll fyrirtæki í landinu, nú bara biðla ég til ykkar, ef að öll fyrirtæki í landinu myndu taka sér til og gefa einn dag í vinnu til einhvers málefnis, hvað aldrei það myndi gerast? Það er geggjað.
Það er ótrúlega gaman að koma á Akranes og labba þar bæinn og skoða húsin. Það er líka reyndar hægt að labba inn á fasteignasölu og skoða húsin þar. Ja, þetta hljómar skringilega, kíkjum á innslagið og þá verður þetta allt saman ljóst. Hús eru Danna í Hákoti afar hugleikinn, enda hefur hann rekið fasteignasölu í 25 ár. Fasteignasalan hans er veggfóðruð frá lofti að gólfi með fallegum og fjölbreyttum listaverkum á húsum tengdum Akranesi. Allar þessar fallegu myndir, getur þú sagt mér söguna á bakvið þær? Já, sagan bakvið þessar myndir eiginlega byrjar, kringu 2006 þegar við erum að fara í þetta húsnæði hér. Þá eru myndir sem þessum vegg hérna, sem eru svona upphaf af þessu. Þá var ég að selja fyrir krakka hérna á Sundabraut og sá voðalega fallega myndir på vegg hérna. Spurði það sem gerði hvort hún var að selja myndir og hún sagði já, þannig ég tók þær báðar. Og eftir það fekk ég þess að fluga hausinn að væri nú sniðugt að safna myndum eftir skagalistamenn. Og svo hefur þetta bara svona frá þeim tíma svona verið að detta inn eina ári eða þannig meira eftir svona hvað er að ske. Bæði hefur verið að kaupa myndir af fólki á sýningum, beðið fólk að mála fyrir mig einhverja mynd, það ræður hvort að mála eitthvað tiltekið hús eða bara konseptið hús. Og stundum eins og þessu tilgi hérna, þá mátti ég velja hérna eina af 3, en þær voru svo fallegar að það var ekki hægt að velja á milli, þannig að það voru teknað allar. Og þessi þegar hann var að mála sko, til 93 ára aldurs, féll frá bara á síðasta ári. Skipstjóri sem hætti á sjónum og fór bara að mála. Það er svolítið merkilegt, þetta er ekki allt listamenn sem er að mála? Alls ekki, þetta er ekki sem að gefa sig út sem listamenn, heldur þetta er bara svona frístundamálari mikið til. Þannig að minnst af þessu er eiginlega svona, eins og við segjum, listamenn sem eru að staðaldra í því að mála. Þetta er mikið bara svona, já eins og ég segi, þetta eru rennismiður og málarar og bara iðnamenn og bara skipasmiður eða ekki? Jú, bara allur bækinn sko, þannig að þetta er mjög gaman að því. Og líka annað sem er gaman að þessu er það að sum þessu hús eru farin annarkvæmt bara búið að rífa þau eða flytja þau. Þetta hús hérna til dæmis. Þetta er veitingastaður á Grundarfirði, Bjargarsteinn. Það er vinir okkar, við erum búin að fjalla um þau. Þannig að þetta er gaman að því sko. Er algengt að fólk sé að flytja svona gömul? Svona gömul hús, já. Það er svolítið, við hefum ekki verið nógu duglega að gera þau upp, en við hefum samt eins og þau hafa verið flutt til, en þá hafa þau stundum jafnvel verið gerð upp sko ekki gamla mátanum, heldur við bara breytt. Það er kannski svolítið slæmt. Já, það er ekki haldið upp alveg. Nei, við eigum kannski ekki alveg nógu mikið hérna á Skaganum af fallegum gömlum uppgerðum húsum, en það er samt til og alltaf virðingavert þegar það er. Hvernig tekur fólk í það þegar þú biður það að mála? Nú, það er bara mjög misjafnt. Ég meina, stundum gengur það hratt og vel fyrir sig og það er komið jafnvel bara næstu viku eftir. Ég hef verið að bíða hérna alveg upp í 6 ár eftir myndum. En það er bara jákvætt, það er bara fólk verið að finna sín tíma. Og óskar þú eftir? Þú veist, ég myndi vilja fá mynd af þessu húsi eða... Nei, ég hef nú ekki gert það nema bara í undantekningartilvikum þá bað ég að því að ég vildi fá mynd af húsi sem að pabbi minn bjó í hérna á Laugabrautin sem heitir Brunastæðir og þá var hann hérna Bjarni Þór gerði mynd fyrir mig á því. En annars bara leyfi listamannum að ráða. Hvort hann vil mála eitthvað tiltekið hús eða hvort hann vil mála konseptið hús eða hvernig sé það er bara hans að velja. En samt svolítið svona sammerkt að þetta eru gömlu húsin sem er að vera að mála. Já, það er náttúrulega, þau eru náttúrulega svo fallegt myndefni. Og svo náttúrulega líka eins og sé, svo náttúrulega eru svona hús eins og til dæmis hérna náttúrulega til þess sem er hérna upp við göngin. Tilvingsstæðin svona sem er að hverfa sem er náttúrulega alveg grátlegt. Nú þessi götumynd hérna, þessi mynd var miklu athygli, þetta er götumynd af Vesturgötunni. Virkilega vel heppnuð mynd. Smart, hérna ertu með Eddu Heiðrúnu Bakk. Já, hérna er þessi mynd hérna, málaði Edda Heiðrúnu fyrir mig, hún málaði 2 myndir fyrir mig, bæði þessa og svo þessi mynd sem er hérna. Og þetta málaði hún náttúrulega með munnum. Já, báðar þessar. Báðar þessar, þannig að... Er hún Skagamanneskja? Já, hún bjó hérna á Skaganum á sínum yngri árum. Geturðu bætt við í myndum? Já, ég er ennþá með beiðnir út í bæ. Já, því að eins og það... Þetta er innheimta myndir? Já, við eigum alveg fullt af góðum listamennum. Sumir er bara feimnir við kannski að láta frá sér, en það er, ég er búinn að sjá hjá mörgum sem er bara, hafa þetta alveg, en það bara þarf að stíga skrefið það. Eins og ég hef sagt við sumir hvort þú vil ekki koma hérna og Wall of Fame. Þannig að það er nóg pláss, því við erum hérna auka rými sem bara býður eftir myndum. Þannig að þá getum við stækkað og haft þetta svolítið. Því þetta er eins og ég segi, þessar myndir eiga það sammerkt að þeir sem hafa málaðir, þeir hafa einhver tengsl við Akranes.
Þú ert búin að vera, hvað segir, 25 ári í Já, búin að vera 25 fasteignasölu. í sölunni og... Hvað ef þú lítur yfir sviðið? Eru miklar sviptingar í þessum geira? Já, það náttúrulega hefur verið miklar sviptingar og það náttúrulega hefur verið, sko, náttúrulega hæður og lægðir, náttúrulega datt allt niður náttúrulega við hrunið. En Akraness hefur verið, það er mikil aðsókn hérna. Það er búið mikil aðsókn, það sem hefur breyst til dæmis, maður fann breytingu bara á síðustu 2 ári það að það er að koma mikið af fólki af til dæmis höfuðborgarsvæðinu. Sko hérna áður fyrir voru þetta krakkar sem voru að koma heim aftur, fóru í bæinn, fóru að læra, stofnuðu fjölskyldu, voru að skila sig heim aftur, vildu ala sín börn upp í sama umhverfi og þau ólust upp í. En núna upp á síðkastið, þá er þetta bara fólk sem á jafnvel engin tengsl, vill bara koma hingað og bara búa í róli umhverfi, stutt að fara í Skarkalan og eins og ég heyrði einum til dæmis sem að bjó í Reykjavík og keypti hús hérna og hann sagði við vin sinn, þá var einhver að keyra fram í og hann svona nikkaði, ég fluttur aftur í svona nikksamfélag. Þannig að nú nikka maður fólki að því þessi var að vinna fyrir og maður komið svona nikksamfélag. Já, Þannig að fólk þekkir. Það er mikill sannleikur í þessu. Já, það er þetta nikk sko. Það var komið að lokum hjá okkur í þessum þætti. Ég gæti sjálfur alveg verið lengur á Akranesi en það fáir staðar landinu þar sem er betra að vera. Næstu helgi eru írskir dagar og ef þið hafði ekki komið þangað þá myndi ég bæta úr því ekki seinna en næstu helgi. Við sjáum svo í næstu viku í næsta þætti af Eitt og annað.